Það eru 5 dagar í að við opnum staðinn og það er ekki laust við að séu fyrirlt í maganum á manni núna. Að baki eru 5 mánaða þróunarferli þar sem við vorum að smakka til og þróa 13 hamborgara og núna munum við bjóða 1100 manns í að koma til okkar á staðinn. Eldhúsið er tilbúið, það er allt tilbúið. Þau munum smakka hamborgarana, þau munum gefa okkur mat á því hvort að þetta sé í lagi hjá okkur eða ekki. Og það sem er ekki í lagi, það munum við reyna að bregðast við og laga. Annars er ekki aftur snúið. Nú bara fáum við að vita það hvort að við séum hér að bjóða upp á góða vöru eða ekki. 5 dagar, maður. Það er fljótt að líða. Þetta er eins og hálfur dagur fyrir mér. Maður er svona, neita því ekki, það er kvíði í manni fyrir því hvort að fólk sko fíli þessa hamborgara. Það er búið að undirbúa þessa hamborgara og gefa smakka og viðtökurnar hafa verið góðar en núna er bara massinn að fara að prófa hamborgarana. Og þá kemur bara í ljós hvort að þessi hugmynd sé góð eða ekki. Ef að fólki finnst hamborgarinn góðu, þá er hugmyndi góð. Ef að fólk fílar ekki hamborgarann, þá eru góð ráð dýr, sko. Þá þarf hann hvort að finna nýjan hamborgara eða skipta bara yfir í pítsur eða eitthvað. Við erum ekki með plan B, sko. Það er eins gott að þetta gangi upp. Hvað er þú búinn að vera? Í nutti. Já, við fórum saman í nutt, tókst ekki 30 mínútur eða? Nei, ég tók 60 mínútur. Já, pantaður 30 fyrir mig og 60 fyrir þig. Ég held ég að þetta ekki 2... Dríðu, við erum orðin alltaf senir. En þú verður hérna í hálftíma? Nei, dríðu þig bara. Hamborgarafabrikan á núna bíl. Ég lét Sigmar sannfæra mig það að Hamborgarafabrikan keypti bílinn sem hann fékk upp í bensín. Þetta er 2004 mótilega Chrysler Town & Country, fótboltamömmukaki, keyrður 90.000 mílur, ekki kílómetra, eyðir svona 20 lítrum á 100. Og ég er ekki sannfærður að þetta hafi verið góð hugmynd, en það verður þá að koma í ljós. En það sem er verst í þessu er að svona bíl eyðir það miklu bensín að það er rekstrakostnaður þarna sem að bara á ekkert að vera í litlum veitingastað sem selur hamborgara. Þannig að við brugðum þá ráð að láta breyta bílnum í metanbíl, sem er reyndar frábær hugmynd. Og þá er verið að nýta bara lífrænan íslenskan úrgang og knýja bílinn áfram á svoleiðis eldsneyti í staðinn fyrir á einhverri ullarhatta olíu frá Írak, fattiði. Og það gerðum við og það verður spennandi að sjá hvernig þetta virkar allt saman. Þetta er í rauninni bara prump. Heyrðu, hann er klár. Hann er tilbúinn. Til hamingju með hann. Takk. En byrju, hvar er svo tankurinn? Já, ok. Þetta er bara miklu minni en ég átti vona á. Og þarna eru metantankarnir. Það eru 2 gæjar. Þarna eru 2 gaurar. Segjum að við lendum í harkalegri aftanárkeyrslu. Hvað gerist? Bílinn skemmist. Það gerist ekkert fyrir tankana. Nei, ekki fræðilegur. Þeir eru láttu þykkara stáli heldur en nokkuð annað í bílnum, eins og grindin og annað. Þannig að það gefur sig allt á undan. Það er að vera ragnarök til þess að þetta fari. Þeir eru ekki bara að springa í loftið. Nei. Er prumpulykt af metangasinu? Já, það fer eftir hvernig skilgjarnir prumpulykt. Já, ég er bara við Simma, sko. Með hamborgara þá, eða? Já, er svona íldu Já, það er sett lyktarefni út í gasið til þess að þú finnir leka ef hann verður. En ég á ekki trú eftir að finna þessi leikn okkur. Er þetta þá metan, já, ok. Þetta er bara, eins og þú setur bensín í hinum veginn, setur metan hér. Það er ekki dæla, þetta er bara stútur sem við setjum á. Já. Svona ventil. Ventil, já, nákvæmlega. Það fyrir náttúrulega bara gas inn á hann, staðan fyrir vökvaform, bensín. Já, ok. Og þar getur maður fundið smá lykt. Á meðan er það Nei. Það er engin lykt. Miklu hreinlegra. Er ekki metan er bara
Gas? Bara gastegund. Þetta er bara loft, það er Fer engin ekki á því vökvar miklu hreinlega þegar þú setur gasið á eldinu þegar Ég bensín. því að þú veist, metan kemur úr beljum og kúmur, ég held þetta væri svona eitthvað tengt. Ég held að það myndi vera að frussast eitthvað Það verður í framtíðinni, þú getur fyllt á metani á beint á beljuna. Já, beint á beljunu, sko. Þetta er bensinni, þetta er metani. Já. Og þetta er helmingi ódýrara en þetta. Akkurat. Allt í góðu? Hvar tökum við svona metan? Ártúnshöfða og ég Hafnarfirði. Og bara tengja og... Já, ekki málið. Svo getið þið náttúrulega lagt í staðinn niður í bæ, bara frítt núna er komin metabíl. Súper. Sild, Takk. gangi ykkur vel. Bye. Bye. Það er ekki margir dagar í það að við opnum staðinn okkar og Jói er búinn að bóka okkur á fund með Jamie Oliver í London. Það eru milljón hlutir sem við þurfum að taka ákvarðanir hérna heima en við erum að fara í dagsferð til London til að hitta Jamie Oliver til þess að sannfæra hann það að hann er að koma og verða við opnunum okkar. Fyrir utan það að þetta kostar okkur tíma, þá kostar þetta líka pening. Og mér er alveg sama á þetta að heita flugpunktar. Flugpunktar eru líka verðmæti sem maður geti nýtt í eitthvað annað. Við erum að klára flugpunktun okkar í þessa dagsferð til London til að hitta Jamie. Ég var að pissa. Nei. Jú. Aftur? Já. Hvað er að blöðrunni? Hvar er þetta? Hittu mig bara þarna. Ég fer í fríhetuna með hann. Right. Hérna, hittust bara á barnum svo. Já. Ég var að pissa. Nei. Jú, afsakið. Hvað meinur þú að pissa? Já, áðurnum fyrir maður stað. Það er svo vant að... Hvað er að blöðrunni þér? Ekki til lagi með þig? Jú, bara tókum mig. Hann er kominn strax. Ég veit ekki alveg hvað málið er með hann Jóa, sko. Ég held að það sé búin að fara 4 sinnum að pissa frá því að við lögðum að stað, sko. Það eru 2 tímar síðan, þú veist. Og það er ekki svo við sem búin að vera að þamba bjór hérna, sko. Þannig hann er greinilega mjög spenntur með að hitta Jamie Oliver. Ég er það svo sem líka, sko, en ég held alveg vatni við því. Sjáðu sko, ef við myndum, hann býr til sitt tortellini sjálfur sko, pasta sig. Ef við myndum búa til pasta sjálfur, þá verðum að spara okkur alveg. Við erum ekkert að fara að vera með eitt pasta á staðnum, sko. Nei, er enda rétt. Hvað er þetta að gera? Pissa. Aftur? Já. Afsakið, ég kemur það. Nei, Jói. Hvað er þetta að gera? Sorry, hvað. Ég er alveg í spreng sko. Þú veist að djóka? Nei. Ég er alveg mjög ánægður. Við erum að fá smá bakreikning hérna út af rafmagninu. Það er að taka það bara á morgun, sko. Bakreikning? Já, þú veist, þeir van áalluðu eitthvað í efni. Það er náttúrulega bara verið langt best að við getum klárað þetta strax, sko. Já, ég veit það. En ég meina þetta hefur forgang. Þetta hefur gríðarlegt kynningagildi fyrir staðinn. Já, já, ég er samfélag víst. Við erum alltaf mjög öflugt að fá Jamie Oliver. Þetta er J.O. Whereabouts are you gents from? Where are you from? From Iceland. Iceland? Get out of the cab now! Why? Iceland Bankers out! This is not our fault. You...
Blessaður vinur. Já, takk. Bye. Hann pottþétt að detta inn, sko. Já, þetta bara ekki, þetta alltaf, þú veist, þetta rosa gott að heita nú, en þetta ekki tímapunkturinn, sko. Hvað, var þetta raman? Nei, þetta var loftastík. Já, það ekki bara, það ekki þessi gaurarnar sem við hittum daginn? Tökum það bara á morgun, maður. Já. Hann að detta í hús. Ég ætla að tjekka aðeins fram hvernig það sé kannski í lobbyinu. Kemur. Mjög góð samskipti, þess að ég og þessi gæi þarna umboðsmaður sem ekki umboðsmaðurinn hans, hann svona í kringum hann, vinnur á skrifstofu hans. Ég búinn að vera í samskipti við hann og hann hefur bein samskipti við Jamie í gegnum ritarann hans. Þannig að þetta eiginlega svona þriðja, en hann fullvissaði það að hann yrði hérna, hann í London og þetta bara eina. Gæinn getur verið að elda í veislu hjá Tony Blair. Þú veist, núna. Það ekkert sem segir að hún geti ekki senkað. Það alvöru kokk. May I get you some more coffees? No, it's okay. Fine. Do you know what time it is? Yeah, it's roughly about 5 o'clock. Samme tíma. Og heima, sko. Where are you from, by the way? Norway. Okay. Malmö, Norway. Hringdu í hann. Ég ekki með númeri hjá honum. Hvað meinarðu, ertu ekki með númeri í honum? Ertu ekki búinn að tala við Jamie Oliver? Umboðsmaður hans. Þú sagði við mér að þú hefði verið að tala við Jamie Oliver. Hann ætlaði að koma. Þú sagðir það að þú hefði verið að tala við Jamie Oliver og hann ætlaði að koma. Í gegnum umboðsmann. Hann talaði umboðsmann? Já, og hann sagði mér að Jamie var að koma. Yes, hi, George. We were supposed to meet Jamie at a restaurant on Portman Street. Oh, he's not. Okay. But I thought this was all arranged. Yes. Okay. Yeah, I understand. Hvað í gangi? Herri, ekki núna. Ég ekki til í þetta núna. Bara til að slökkva á þessu núna bara og geyma þetta aðeins. Bara út með þetta, hætti þessu. Hvað í gangi? Ekki núna. Ég meika þetta ekki núna. Ekki núna. Hann jafnar sig á þessu. Ef þú ert kokkur eins og Jamie, þú getur fengið símtal fyrirvaralaust, þá ertu farin út í heim. Og ég var með allar, ég gat ekki verið betur undirbúin varðandi þennan fund. Það var búið að staðfesta við með tímasetningar. Umboðsmaðurinn hans sem sendi mér post með svona signature frá umboðsskrifstofunni hans. Þetta ekki umboðsmaðurinn hans, en vinnur á skrifstofunni. Þetta var allt klárt. Þetta bara óþægilegt, þú veist, af því að það svo stutt í opnun. En mér finnst óþarfa á honum að vera svona trilltur kannski. Hann jafnar sig á því. Það lætist nú svo sem að mér sá grunur að þessi ferð til London ekki til fjár. Og og Jói svo sem höfum alveg orðið ósáttir, en þetta ekki eitthvað sem við komumst ekki yfir. Þetta svona meira hluti af pirringlum svona í mómentinu. En það eins og þeir segja, sko, ef hlutinir eru góðir til þess að vera sannir, þá yfirleitt eru þeir ekki sannir. Þannig að þetta var svona einn af þeim hlutum. En ég náði að kaupa skó handa konunni í London. Þetta ansi stór dagur núna og við höfum von á ansi stórum fréttum núna frá Halla hönnuði. Hér í morgun klukkan 10 kom byggingafulltrúi í svokallaða loka úttekt og það veltur allt á því hvaða umsögn hann gaf núna og hvort það hafi komið einhverjar athugasemdir sem það þarf að bregðast við. Og ef það seinkar mjög að fá rekstrarleyfi, þá náttúrulega seinkar opnun
og þá tekur það verulega á budduna og þá jafnvel komumst við bara aldrei á flug. Þannig að ég bara innilega vona það að rekstrarleyfið skili sér núna. Og það veltur á þessari lokaúttekt. Þannig að Halli að fara að koma hérna og vonandi að fara að segja okkur góða fréttir. Þeir voru í úttekt áðan. Já. Og það rekstrarlega séð voru engar athugasemdir og byggingarlega séð voru fáar athugasemdir. Þetta var mest bara raunin sem kom bara neyðarljós og neyðarmerkingar og svoleiðis stóð, sko. Þannig að við fáum þennan lista á eftir og hafum bara unnið því strax þetta. Staðurinn bara eins og við erum búin að vera teikna upp og vinna upp og gera hann, skilurðu. Það alveg bara í fínulegum. Þannig að þetta þýðir það að þetta jákvæð niðurstaða. Þetta mjög jákvæð niðurstaða. Þannig að það sem við erum að horfa fram á það núna það að eitt komið með þessar athugasemdir bara til sín. Rafvirkjarnir eru byrjaðir að vinna úr þessum neyðarljósamálum. Þetta er bara öryggistengt, skilur, fyrir ykkur og eldhúsið, sko. Rekstrarleyfi á mánudag? Mér finnst það bara mjög líklegt, sko. Þetta ég áttur að heyri honum nafna mínum hjá eitt til þess að fá endalega niðurstöðu, sko. Já, dagurinn í dag er stór dagur. Við vorum að fá fyrstu úttekt frá byggingarfulltrúa í dag og vonir okkar voru ekki þær að við fengjum hér rekstrarleyfi í dag, heldur að við fengjum minniháttar athugasemdir sem við fengum, sem alveg frábær áfangi fyrir okkur í þessu ferli. Þetta það sem að maður býður með hjartað í buxunum yfir. Það hvort að maður fái rekstrarleyfi eða ekki og til þess þurfum við að uppfylla alls konar öryggisatriði og alls konar þætti sem eru oft á tíðum mjög flóknir. Í stuttu máli fengum vægar athugasemdir og mér skilst að hér verði unnið helgina til þess að klára það, þannig að við fáum vonandi rekstrarleyfi á mánudaginn. Strákar, ég langar að sýna ykkur aðeins. Ég ætla að ná að sýna þeim þetta. Vilt þú segja frá mömmu þinni? Já. Ok. Þetta hérna saumaði móðir mín, Elín Aðarsteinsdóttir, þessi yndislega kona. Hún sat heima kvöld eftir kvöld að sauma fyrir okkur þessa mynd hérna sem er komin í ramma. Ég elska þessa konu. Við erum að djöflast allan daginn í einhverju svona og mamma situr heima og saumar Drottinn blessi heimili mynd fyrir okkur. Ég geti grátið, mér finnst það svo fallegt. Er ég á væminn núna? Já. Ok. Ég meina bara, þetta er töff mynd og gaman að sjá hana hérna upp á vegg. Takk, mamma. Henni kokkur er mjög svona ákveðin í því sem hann vill gera í eldhúsinu og ég hef haft rosalega gaman að því. Núna er hann að kynnast í hvernig hann rökraða við Simma og það er ekkert auðvelt. Það lærist á löngum tíma og ég hef 11 ára reynslu í því og ég fæ alltaf mínu fram. En það hefur verið ævintýrlegt að fylgjast með hinna þegar þeir fara svona eitthvað að diskutera smáatriði. Það þarf að vera til á filmi. Og við viljum fá mistökin, við viljum fá gagnrýnina, við viljum fá alla negatífu pústana upp. Ég get alveg sagt ykkur líka sjálfsökar. Það er svo auðvelt að ræða þetta í drep. Það getur vel verið að við stillum bara þannig upp að við fáum helminginn á hópnum klukkan 6 og helminginn klukkan 6:30. Þjónarnir verið byrjaðir að taka pantanir. Þegar næstu hópurinn kemur þá aðeins búið að ræða, nokkrir búin að setjast. Ræðan kemur klukkan 6:30 þess að við útskýrum þetta fyrir öllum. Þetta verður ekkert mál. Eins ég er að benda á það að allt fari í kökunni í eldhúsi er það besta sem kemur fyrir okkur að loknum. En samt ekki. Jú. Simmi, þú getur alltaf... Allir í salnum sem við bjóðum er að umburðarlindi fyrir því og þá getum við tekið stöðun eftir það. Hvað fór úrskeiðis? Þú getur metið það. Ok, hvað var það sem klikkaði? Þú verður að hlusta líka. Þú verður að hlusta líka. Ég vil fá þetta eins og líka raunveruleikanum og hægt er. Já, hvað er raunveruleikin? Það er það að viðkomandi borð er tekið og vísað til sætis og næsta borð og 3 borð í 1, 3 borð í 1. Það er deilumálið okkar inni. Deilumálið okkar snýst það að raunveruleikið þegar við opnum 9. apríl verður ekki eins og þú ert að lýsa. Hvernig ætlar að bjóða fólk? Ætlar að bara opna hurðina og segja setjist? Nei. Svo bara setjast með einhvers Nei. Þjónninn vísar til borðs og það borð sem fyrir fyrstir, það er sannlega tekið fyrst að því pönt. Ég er bara að segja þér, Hinni, þú eru líka að hlusta á mig. Við þurfum ekki að vera kokkar til þess að spá fyrir þetta. Þetta verður minnstamál í heimi. Við náttúrulega, allt og akkur séu svona skegglaus. Kofi Annan, viltu ekki gera bara? Tilraunakvöldið gekk frábærlega í gær af því að það gekk svolítið illa.
Við fengum allt sem við þurftum út úr þessu kvöldi. Það klikkaði eitt kassakerfi, það voru að fara vitlausar pantanir út, eldhúsið fór alveg á flot. Þetta var það besta sem gat gerst. Svo settust við bara niður eftir vaktina með staffinu og kokkunum, hökuðum bara í boxinu. Þú veist, þetta og ekki að gera þetta og gera hvað frúskiðis hér. Þannig að þetta var alveg brilljant. Svo fættust fullt af góðum hugmyndum. Okkur vantar til dæmis einhverja svona patent litla eftirréttalausn fyrir krakka og eftirréttamatseðilinn. Fengum hugmynd, fórum með þessa hugmynd í Jóafell og hann búinn að klára hana. Blessaður. Það sem ekki galið minn. Þetta var nokkuð sniður. Ertu búinn að þessu? Já, já. Þetta er snakkið. Veistu það, við erum búin að eiga þessa mynd heil lengi, sko. Af þessum hambúrgarmuffins. Við vorum að fletti gegn og vorum að leita einhver annarri mynd í morgun. Djúðar gaman en kallinn getur búið þetta til. Hún frá mig. Ertu að grínast? Er það hérna? Já. Ertu að grínast? Geðveikt! Það eru æðislegar. Er þetta muffins? Já, þetta ekki kannski muffins, en þetta eru kökur. Varst að móta þetta hefur gert þetta áður? Nei. Skaldrar maður eftir það? Er þetta marsipan? Þetta marsipan og svo er þetta bara svona kaka. Þetta er bara venjuleg kaka og dökk kaka og svo er bara marsipan. Smá krem á milli sem er sósa. Það grínast með þetta. Þetta verður krakka eftirrétturinn slegið. Það er stór vatnakjall. Ég finna það. Hún er ógeðslega góð. Þannig að læra ekki. Það eina... Það var fyrsta test. Það eitthvað, mætti kannski, þetta brúna mætti vera kannski örlítið minna. Það minna kjött. Já. Þetta fullkomið. Á döðuminum átti ég von en að fá símtal fyrir hádegi í búna þessu. Ég sá þetta bara á hann á síma. Þið hefði ekki búin að sjá póstinn. Það tók við 4 klukkutíma. Fær póst og 4 tíma setna komið burgerkaka. Það ættu allir eiga fyrsta á Íslandi. Heitt Jóa. Jóhannes, þetta er svo að fara að selja. Já, það er bara svoleiðis. Það er ekkert öðruvísi. Tífell hann fljótur að bregðast við maður. Já. Hann er frábær. Hann sá bara að þetta er geðið komin. Já. Ég vil gera þetta. Já. Okkur langaði sérst að koma þeim aðeins á óvart. Þetta er náttúrulega búið að vera alveg rosalega mikil vinna og við höfum bara ekkert séð það. Þannig að við ákveðum að skella okkur í myndatöku með alla krakkana og við tvær og náðum þessari fínu hópmynd sem við ákveðum að gefa þeim núna. Gleðja þá, svo þau gætu horft á okkur á hverjum einasta degi. Ef þeir kom ekki heim fyrir en seint nótt. Smá gjöf frá okkur til ykkar. Þið eru nú meira á þessu. Er þetta nektardag að tala um ykkur? Það verður að vera það. Nei, æðislega. En hvað þetta er glæsileg mynd, maður. Hún getið horft á okkur á hverjum degi. Öll börnin mín og báða konurnar mín og einni mynd. Þetta er heiðislegt. Takk, Gunnar. Þetta er búið að vera mjög erfitt. Þetta hefur verið skemmtilegt en ofboðslega erfitt. Þetta er náttúrulega álag á alla aðila, hvort sem það er hérna í vinnunni á fabrikuna eða heima við. Þannig að krakkarnir sakna pappa síns og við söknum þeirra sjálfsögðu og þeir okkar. Þeir sakna okkar mjög mikið. En þetta er alveg þess virði og búið líka skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Eftir hálftíma þá erum við að fara að fylla húsið á alls konar boðsgestum sem bæði við viljum fá og sumir sem við höfum bara einfallega hagsmuni á að fá. Og einhverju sem tróða sér. Og einhverju sem náða að tróða sér inn. Þetta er allt góðu vinnur okkar. Svona alltaf. Akkur er ekki skilti komið upp á vegg? Ég veit það ekki. Þetta er búið að vera svakalegi dagar, maður. Nú eru nákvæmlega 15 mínútur í að við opnum veitingastæðin okkar og fyrstu gestindir komin.
Og eftir það verður ekki aftur snúið. Nú er maður bara orðinn veitingamaður. Já, þetta er svolítið blendna tilfinningar, sko. Núna þegar maður er búinn að vinna alla þessa vinnu, þá fyrst hefst vinnan. Þannig að þetta er svona eins og að vera búinn með maraþonhlaup. Það þurfa síðan já, alveg rétt, ég þarf að labba heim og búa upp á Esjunni. Þetta er svolítið þannig. Þetta er samt ánægilegt. Þetta er gaman bara, yes, það er komið rekstrarleyfi, það er komið stimpill, það er komið viðvittingarleyfi, við getum farið að taka á móti fólki og vera gestgjafar og nú er þetta bara að vinna. Og það er bara að vera hér og standa pliktina og vonandi að fólk líki það sem maður er að bera á borð og þá kemur það aftur. Það er líkillinn. Þetta er svona surrealist tilfinning eftir alla þessa mánuði að vera allt í einu búinn að opna sinn eigin veitingastað. Það er ótrúlega steikt hlaupatíðnum og heilsandi fólki og þú veist, þetta er allt öðruvís en öll önnur vinna eða öll önnur verkefni sem maður hefur komist í snertingu við. Það er allt önnur tilfinning þegar þú veist, hjartað þitt það slær bara inn í hamborgarunum. Það er bara svoleiðis. Þetta er ekki sama neitt. Ég er rosalega glaður og ég er líka rosalega þreyttur. Á þess að ég sé nokkuð að fara að hringja á vælubílinn en ég held ég hafi aldrei nokkuð tíma verið jafn þreyttur. Mér líður núna svona eins og ég get ímyndað mér að fólki líði eftir erfiða bootcamp-æfingu. Fyrstu bootcamp-æfinguna. Ég gjössulega búinn en það er rosalega sæla svona í manni einhvern veginn og mann líður vel og maður veit að það er eitthvað gott að gerast, sko. Þetta er gott, sko.